Komið í sæl og innilega velkomin á þennan upplýsingafund á þessum fallega degi og það er nú ýmislegt hérna á dagskrá en ég vona að ég haldi ykkur ekki allt of lengi en dagskráin hér er fjórþætt. Það er fyrst stefna Háskóla Íslands 2016 til 2021 sem er í öllum sætum hér og við munum aðeins fjalla hana. Síðan ætla ég að nefna nokkur mál á döfinni, þetta verður nú ekki tæmandi listi en ýmislegt sem ég langaði að nefna. Fjalla aðeins fjármál Háskóla Íslands líka og síðan í lokin er það gleði fréttir röðun Háskóla Íslands á Times Higher Education. Svo að ég vona að það gleði okkur öll sameiginlega. En stefnan hefur sem sagt verið prentuð, stefna Háskóla Íslands HÍ 21, stefna Háskóla Íslands 2016 til 2021 og þetta er í eiginlega þriðja skipti sem Háskóla Íslands hefur sett sér 5 ára stefnu. Stefnumótun við Háskóla Íslands hófst eiginlega eftir aldamót í rektorstíð Páls Skúlasonar þegar vísinda- og menntastefna var sett en núna í undanfarin áratug hefur verið sett stefna sem er til 5 ára og þessi stefna ber heitið Öflugur háskóli farsælt samfélag og þetta hefur verið umfangsmikið verkefni, hefur staðið frá ágúst til bara eiginlega dagsins í dag og heldur svo sem áfram. Ég var nú á fundi rektora í Galway á Írlandi og þar var einn sænskur sem spurði mig hvað tók þetta langan tíma og ég sagði þetta og það var bara sagt, tók þetta svona stuttan tíma. Okkur hefur fundist þetta taka talsvert langan tíma en það hefur verið unnið ötullega í málinu allan þennan tíma og ég vil nú þakka stýrihópnum, Steinunni Gestsdóttur, prófessor sem er formaður ásamt Sigurði Magnúsi Garðarsinni sem getur því miður ekki verið með okkur í dag, prófessor, og Magnúsi Diðrik Baldursinni, Magnúsi Lyngdal Magnúsinni og Guðbjörgu Andreu Jónsdóttur, mér langar að þakka þeim og stefnumótunarhópnum fyrir alveg frábært starf. Við erum með hóp hérna 30 manns, getum við sagt, og í þessum hópi er fólk frá öllum fræðasviðum, frá stjórnsýslu háskólans, ytri fulltrúar, innri fulltrúar, fulltrúar stúdenta. Það eru 2 sem sagt fulltrúar frá hverju fræðasviði, það eru formenn starfsnefnda háskólaráðs og 2 fulltrúar stúdenta og ýmsir ytri fulltrúar og þessi hópur hefur staðið að þessu ásamt stýrihópnum og ég þakka kærlega fyrir frábært starf. Þetta starf byggði á mjög víðtæku samráði og þetta hefur verið ítrekað kynnt bæði í háskólaráði, tvisvar farið fyrir háskólaþing, það hafa verið opnir fundir með starfsfólki stefnuna, síðan fundir með stjórnendum og það var kallað eftir viðbrögðum í gegnum vefgátt í tvígang, bæði með spurningum til starfsmanna og nemenda og síðan athugasemdir við stefnudrög og síðan var kallað eftir efni frá deildum og sjálfsmatshópum deilda. Það var gríðarlega mikil vinna sem fór fram á undanförnum árum varðandi sjálfsmat deilda og síðan var leitað eftir sérfræðiaðstoð og það hefur sem sagt mikið samtal verið þetta og stýrihópurinn hefur verið vakinn og sofinn yfir verkefninu og ég þakka kærlega fyrir það. Svona ef við lítum á grunninn að stefnunni þá er eiginlega undirtónninn fjárfesting í menntun og þekkingu. Háskóli Íslands eins og við þekkjum gegnir lykilhlutverki í uppbyggingu þekkingarsamfélags á Íslandi. Háskóli Íslands er ekki einungis afkastamesta vísindastofnun landsins og í fararbroddi íslenskra háskóla. Hann hefur mjög sterka stöðu í alþjóðlegu vísindasamfélagi eins og við munum fara yfir í lok fundar. Hann er leiðandi í menntun fagfólks á fjölbreyttum fræðasviðum, stundar uppbyggingu þekkingar tengdri íslenskri menningu og sögu og býr nemendur undir þátttöku í lýðræðissamfélagi. Þetta er svona undirtónninn og Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknarháskóli sem hefur mjög sterkar rætur hér á Íslandi og er þjóðskóli. Þegar við tölum stefnu háskólans þá förum við ofta að tala fjármunni og fjármál skólans og sókn háskólans á undanförnum árum hún hefur kostað fé og hún mun kosta fé. Góðu fréttirnar eru að stjórnvöld hafa ítrekað gefið fyrirheit aukin framlög til Háskóla Íslands. Það er aldarafmælisjóður sem var stofnaður árið 2011
og samkvæmt ákvæðum þar skal háskólinn njóta norrænnar fjármögnunar á hvern nemanda árinu 2020 og þetta var ítrekað í stefnu yfirlýsingu nýrrar ríkisstjórnar fyrir 3 árum. Stefna Vísinda- og tækniráðs tók við af aldarafmælissjóðs yfirlýsingunni og tekur þetta eiginlega yfir allt háskólakerfið. En það mikil barátta framundan að efla fjárhag Háskóla Íslands. Ef við lítum aðeins á stefnuna, þá má teikna hana upp svona eins og þessi mynd Háskóli í fremstu röð, eins og ég orðaði þetta, að gera góðan háskóla enn betri. Það svona, finnst mér vera aðalatriðið. Og það eru svona 4 meginþættir í stefnunni. Það eru súlur sem eru eiginlega undirstaða þess að gera Háskóla Íslands koma honum í fremstu röð, að halda honum í fremstu röð, halda sóknin áfram. Það eru rannsóknir, nám og kennsla og virk þáttaka. En allt þetta byggir á megin undirstöðunni sem mannauðurinn. Mannauður í starfsfólki og stúdentum algjört lykilatriði til þess að við náum okkar markmiðum. Og til þess að geta sótt fram þá þurfum við fé og þess vegna fjármögnun undirstaða líka. Í stefnunni sem þið hafið í höndum eru settar fram 5 áherslur og þessar áherslur eru tilgreindar þannig að þær eiga einkenna starf og stefnu skólans næstu 5 árin. Svona, þetta eru grundvallaratriði. Og síðan eru sett fram markmið og aðgerðir sem stuðla því að þessar áherslur nái fram. Og áherslurnar eru listaðar hér. Það framsækin sýn á nám og kennslu sem býr nemendur undir þátttöku í atvinnu og þjóðfélagi. Háskólinn leggja áherslu á gæði náms, þróun kennsluhátta, samþættingu kennslu og rannsókna, hagnýtingu rannsókna í samvinnu við samfélag og atvinnulíf. Sterkir rannsóknar innviðir, þetta grundvallaratriði í þessari stefnu sem styðja við þekkingarsköpun og alþjóðlegt samstarf. Starf háskólans hafi víðtæk áhrif og takist á við áskoranir samtímans og þá erum við bæði að tala innanlands og utan en að háskólinn sé virkur þáttakandi í íslensku menninga og þjóðlífi. Það lykilatriði að Háskóli Íslands sé góður vinnustaður, það sé eftirsóknarvert að starfa við Háskóli Íslands. Háskóli Íslands starfar í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi og það mjög mikilvægt að starfsfólk vilji starfa hérna og stúdentar vilji sækja skólan. Síðan 5. og síðasta áherslan sem mjög mikilvæg, það gæða, menning og skilvirk upplýsingatækni. Árangur skólans byggist á sameiginlegum gildum, skýrri stefnu, markvissri áætlanagerð, árangursmati á grundvelli traustra upplýsinga. Og þetta eru áherslur stefnunar og þetta það sem unnið verður eftir í framhaldinu. Og ég nefndi það ekki varðandi hvernig stefna var samþykkt. Hún var samþykkt á háskólaþingi 3. febrúar og síðan 3. mars var það. Síðan samþykkt í háskólaráði 17. mars og hún var samþykkt samhljóða og einróma reyndar í háskólaráði. Svo að háskólinn stendur á bak við þessa stefnu. Ég nefndi að gildi væru mikilvæg varðandi gæða menningu og skilvirka upplýsingatækni og þetta lykilatriði í starfi háskólans. Það eru gildin sem við leggjum til grundvallar. Og í síðustu stefnu voru þau 6 en þau voru reyndar 2-föld og voru þess vegna 12 eiginlega. Nú eru þau 3 og þetta byggir á samtali, þetta byggir á fyrstu gáttinni að þessi gildi eru sett fram og þau eru akademískt frelsi, jafnrétti og fagmennska. Og þetta sem sagt eru rauðu þræðirnir í gegnum stefnuna. Síðan ef við kíkjum stuttlega á markmiðin, þessi 4 markmið, nám og kennsla, þá áhersla á að efla gæði náms og kennslu, þannig að gæði náms og kennslu fái aukið vægi í starfi skólans. Það að bæta nemenda kennarahlutfall, efla stuðning við grunnnám til að mynda með að efla aðstoðarkennslu en líka minnka álag á starfsfólk, minnka álag á kennara. Þetta spilar með hlutfalli nemenda á kennara að lækka það, en þetta algjört lykilatriði í stefnunni að minnka álag. Efla meistaranám
Það hefur nú verið þannig að á undanförnum árum hefur verið lögð áhersla á doktorsnám, meistaranámið á mörgum sviðum og mörgum deildum. Það mætti efla það og hér lögð áhersla á það að efla meistaranám sem sjálfstætt námsstig og byggja á alþjóðlegum tengslum. Það þarf að styrkja umgjörð doktorsnámsins. Doktorsnám hefur vaxið gríðarlega við Háskóla Íslands. Það þarf að fjölga styrkjum til doktorsnema og það þarf að efla ferlana í doktorsnáminu, treysta þá. Og síðan auka tækifæri nemenda til þátttöku í alþjóðastarfi og gera nemendum frekar ljóst hvernig þeir geti nýtt á mörgu samninga sem Háskóli Íslands hefur. Varðandi rannsóknir, þá eru markmiðin að efla innviðina. Það alveg ljóst að í þessari miklu sókn sem Háskóli Íslands hefur verið í með við takmarkað fjármagn, þá hafa rannsókna innviðir setið á hakanum. Það þarf að efla fjármögnunina og það þarf að treysta rannsókna innviðina, bæði hvað var það tækjakost og ýmis konar rekstur, þannig að það sé hægt að hafa skilvirkari samnýtingu. Síðan mikilvægt að fólk gerir sér grein fyrir því að Háskóli Íslands alhliða háskóli og árangur og gæði rannsóknarstarfs skulu þess vegna vera metin á grundvelli fjölbreytts framlags til þekkingasköpunar og mismunandi birtingarhefða. Það nauðsynlegt að við horfum til allra fræðigreina og horfum ekki með mjög þröngu sjónarhorni. Síðan áhersla á að efla alþjóðlegt samstarf, nýsköpun og hagnýtingu rannsóknarniðurstaða á öllum fræðasviðum og svo lykilatriði að efla styrkjasókn og utanumhald styrki. Það sem við hefum sagt hér á undanförnum árum að það nauðsynlegt að halda áfram því að sækja styrki, en það þarf að halda vel utanum þetta og sérstaklega þegar styrkir hafa fengist þá þarf að vera traust utanumhald styrkina og þetta eitthvað sem Háskóli Íslands verður að leggja áherslu á. Og svo að lokum þá samþætting rannsókna og kennslu mikilvægi þessari stefnu. Varðandi virka þátttöku í samfélagi og atvinnulífi sem þá þriðja markmiðið, að Háskóli Íslands sé leiðandi afl í framþróun samfélagsins, vettvangur nýrra hugmynda og lifandi samstarfs, rannsakenda, nemenda, atvinnulífs, stofnana og þjóðlífs. Það mjög mikilvægt að Háskóli Íslands það sé horft til hans, hann sé virkur þáttakandi, hann siti ekki á hliðarlínunni. Háskólinn hefur staðið sig mjög vel í vísindamiðlun og það mikilvægt að halda því áfram og líka efla þá að kynna hvað vísindafólk Háskólans að gera og þannig að sé líka til viðbótar hægt að stuðla að hagnýtingu og efla til fjölbreytts vísindasamstarfs. Það nauðsynlegt að fjölbreyttum aðferðum verið beitt til að sérfræðiþekking Háskólans nýtist og ákvarðanir sem varða stefnumörkun, samkeppnishæfni og farsæld samfélagsins. Það sé leita til Háskóla Íslands við slíkar ákvarðanir og svo síðast en ekki síst þá mikilvægt að efla samstarfi við önnur skólastig. Og að síðustu, en það ekki síst varðandi mannauð, þá mikilvægt að stjórnendur geri starfsfólki og stúdentum kleift að samræma starfsskyldur og fjölskylduábyrgð með því að haga stundatöflum þannig að þetta sé kleift og ég hef áður sagt að Háskólinn seti sér fjölskyldustefnu. Það mjög mikilvægt að Háskólinn sé með hvetjandi, umhverfisvænt og skemmtilegt starfsumhverfi sem stuðlar að heilbrigði og vellíðan og þar á meðal til að mynda að bæta íþróttaaðstöðu fyrir hjólafólk. Að uppbygging háskólasvæðisins stuðli að samheldni. Við erum hérna í Reykjavík með í það minnsta 2 kampusa getum við sagt, að við skoðum leiðir til þess að þétta þá þó að það taki einhver tíma að þeir komi saman til að mynda með betri samgöngum og milli þeirra og svo með gildið, jafnrétti og fjölbreytileiki fyrir rúmið við uppbyggingu háskólasamfélagsins og að síðustu það mjög mikilvægt að efla stjórnun, gæðaferla og nýtingu upplýsingatækni við háskólan þannig að upplýsingar liggi alltaf fyrir við ákvarðanir. Og það eru sem sagt 22 markmið sem eru í þessari stefnu en síðan eru fjölmargar aðgerðir skilgreindar til þess að ná þessum markmiðum.
Það eru skilgreindir lykilmælikvarðar og þeir eru listaðir hér og eru líka í skjalinu sem þið hafið undir höndum. Þessir lykilmælikvarðar, það er ætlunin að birta þá á hverju ári að vori eftir því sem við verðum komið, birta þá á vefnum og þannig að við getum fylgst með framgangi stefnunar eftir því sem hún fer fram. Og eins og þið sjáið þegar þið skoðið þessa mælikvarða, það þarf að útfæra þá betur. Sumir mælikvarðar, þó að það sé bara ein lína, þá eru kannski margir mælikvarðar undir. En þetta eru þeir grunnmælikvarðar sem hafa verið settir fram. Og þá er aðalatriðið hvernig verður þetta innleitt. Við erum sem sagt komin á árið 2016, stefnumótun er lokið, markmið og aðgerðir, við erum búin að skilgreina þetta. Það þarf að ganga frá því hverjir eru ábyrgðaraðilar fyrir hverri aðgerð og það þarf að kostnaðargreina þetta. Kostnaðargreiningin fer náttúrulega mjög mikið eftir því til dæmis hversu mikið er hægt að fjölga kennurum til þess að bæta nemenda kennara hlutfall. En svona til að byrja með þá gæti þessi stefna kosta kannski 500 til 700 milljónir bara svona í fyrsta kastið. Og þess vegna þarf að sækja á stjórnvöld og kynna þetta fyrir þingmönnum og fleiri aðilum til þess að reyna að bæta fjármögnun háskólans. Svo nú þarf að fara að kynna stefnuna. Aðgerðir munu síðan hefjast á vettvangi, þá erum við að tala fræðasvið, deildir, stjórnsýslu og stoðþjónustu og síðan á næstu árum, sem sagt frá 2016 til 2020, þá stefnan í framkvæmd og hún verður rýnd eins og ég nefndi í lok vormisseris og síðan gerum við ráð fyrir því að henni ljúki þá 2021 og þá verður hún rýnd. Svo þetta sem sagt stefna Háskóla Íslands í örfáum orðum, en ég verð að segja að ég fór ekki í aðgerðirnar, það sem sagt fylgja markmiðunum að ég er mjög ánægður með þessa niðurstöðu og mér langar að biðja ykkur að klappa fyrir stefnumótun á hópnum. Og ég bara þakka ykkur öllum fyrir að hafa komið að þessu mikilvæga verkefni. Þá það aðeins mál á döfinni og það margt í gangi. Ég vildi fyrst vekja athygli ykkar á háskólaþingi sem verður 10. maí. Þá kosið fulltrúa háskólasamfélagsins í háskólaráði og það eru 3 fulltrúar og 3 varafulltrúar svo að þessi kosning fer fram á þessu háskólaþingi og það verður auglýst. Það ekki bara fulltrúar á háskólaþinginu sem í framboði, ég vildi vekja athygli ykkar á því að þetta liggur fyrir að kosi á 2 ára fresti. Málstefna Háskóla Íslands hefur verið til endurskoðunar og Eiríkur Rögnvaldsson prófessor hefur leitt þá vinnu. Hún var send í umsögn og kom síðan tilbaka og verður núna rædd, kom tilbaka til hópsins sem skipaður fulltrúum allra fræðasviða og það búið að uppfæra hana og hún verður rædd á háskólaþingi og væntanlega afgreitt 10. maí. Síðan skipulag og stjórnkerfi, það hefur verið vinna í gangi. Ómar Kristmundsson, prófessor og Ásta Möller, stjórnsýslufræðingur á rektorskrifstofu, hafa unnið að því að greina skipulag og stjórnkerfi Háskóla Íslands. Það búið að Ómar byrja á því að fara yfir félagsvísindasvið að beiðni fræðasviðsforsta þar og síðan var það rektorskrifstofa og nú verið að skoða sameiginlega stjórnsýslu og í framhaldinu í haust þá verður þessi vinna kláruð þannig að háskólinn í heild verður tekin fyrir. Og þetta mál á dagskrá háskólaþings 10. maí og þá munu þau kynna stöðuna í vinnunni og hvað gerist á næstunni. Stefna Háskóla Íslands í alþjóðamálum, þetta tengist nú bara nýju stefnunni. Hún til í drögum, það var sérstakur hópur sem vann hana og fyrstu drög verða kynnt á fundi háskólaráðs núna á 50-daginn. Ég geri síðan ráð fyrir að stefnan verði send í umsögn og síðan verður hún tekin fyrir þá að háskólaþingi eftir þá að hún hefur verið rýnd og geri ráð fyrir að henni verið breytt eitthvað og hún verður þá lögð fyrir háskólaþing í haust. Síðan úttekt á matskerfi opinberu háskólana, það í gangi. Þetta á vegum matskerfisnefndar opinberu háskólana og það 10 manna nefnd sem með þetta og inn í henni vísindanefnd opinberu háskólana sem 5 fulltrúar frá
frá opinberu háskólanum, það 3 frá Háskóla Íslands og síðan eru viðbótar aðilar sem koma inn í þessa vinnu, svo þetta 10 manna nefnd og sjálfsmatsskýrslan liggur væntanlega fyrir bara næstu vikum og verður þá opin til rýningar og væntanlega verður vefgátt þannig að fólk getur haft komið með sjónarmið sín inn í þessa vinnu. Síðan verður skýrslan uppfærð og síðan gert ráð fyrir að sérfræðingahópur komi þá í haust og það komi þá ytri matsskýrsla þetta mál. En ég ger ekki ráð fyrir því vegna þess að tímarammin þröngur að það gerist neitt í matskerfinu þá fyrir á næsta ári eftir að þessi vinna liggur fyrir. Varðandi Laugavatn, íþrótta- og heilsufræði, það var ákveðið að íþrótta- og heilsufræði námið, grunnnámi í íþrótta- og heilsufræði myndi færast til Reykjavíkur og innritun núna verður fyrir fyrsta ár í Reykjavík, annað og þriðja ár á Laugavatni. Þetta var ákvörðun sem var tekin í háskólaráði í febrúar. Umræður og viðræður við stjórnvöld og sveitarfélagið í Bláskógabyggð eru í gangi breytta starfsemi á Laugavatni og þetta hangir talsvert á fjármögnun en við þurfum að skoða nákvæmlega eftir þessar breytingar sem urðu núna á stjórninni. Þetta var á vegum forsætisráðuneytisins, hvað gerist núna. En þetta lá fyrir í drögum samkomulags, voru drögum samkomulag hvernig hægt var að gera þetta rannsóknarsetur á Laugavatni og síðan yrði húsnæðið nýtt til kennslu, lotukennslu og ýmiss konar fræðastarfsemi, en þetta ekki afgreitt mál. Síðan varðandi þverfræðilega samvinnu, vinna í þverfræðilegri samvinnu, lækka deildamúra og auka samstarf á milli fræðasviða og deilda hefur verið í gangi undir forystu Daða Más Kristóferssonar, forseta félagsvísindasviðs, var kynnt á háskólaþingi í fyrra og verður kynnt á fundi háskólaráðs núna á fimmtudaginn til afgreiðslu væntanlega. Efling nýsköpunarstarfs hefur verið í gangi, það hefur sérstakt átak á vegum vísinda- og nýsköpunarsviðs og hugverkanemndar. Mér langar að geta þess að Einar Mendíle var nýlega ráðinn sem sérfræðingur í nýsköpun á vísinda- og nýsköpunarsviði og bara velkomin til starfa Einar. Og það verður stöðuskýrsla væntanlega í júní þetta mál. Varðandi samstarfi atvinnulíf og samfélag þá var sett á laggirnar atvinnulífstorg sem samstarfsverkefni Háskóla Íslands, náms- og starfsráðgjafar og stúdentaráðs. Það hefur verið þannig að það hafa verið auglýst störf, 500 störf hafa verið auglýst og þetta hefur gengið mjög vel þetta verkefni gegnum vefinn og stefnan að þetta verði ekki bara fyrir sumarstörf eins og núna í framtíðinni, þetta verði líka fyrir störf til lengri tíma en þetta verkefni hefur gengið mjög vel. Og síðan uppbygging hollvinastarfs í gangi, það hefur verið keyptur sérstakur tölvubúnaður til þess að efla utanumhald hollvinastarfið og þetta ágætri siglingu og það eru nokkra deildir sem taka þátt í þessu til að byrja með og síðan verður þetta fært yfir allan háskólan. Framkvæmdir og skipulag, hús stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur rís hér hinum yfir götuna og verður væntanlega tilbúið núna í kringum áramótin og tekið til notkunar á næsta ári. Vísindagarðarnir, bygging Alvotech utan, í það minnsta utan nokkurn veginn komin og það starfsemi hafin í húsinu. CCP hefur fengið lóð á vísindagarðarsvæðinu og framkvæmdir munu hefjast á næstu mánuðum og síðan það stúdentagarðar sem munu vera á vísindagarðarsvæðinu og síðan viðbót við gamla garð en þá eftir að fara yfir hönnunina á þeirri viðbót. Síðan langaði með nefna varðandi gæðamálin. Þetta tengist beint stefnunni HÍ 21. Það hefur verið farið í gegnum mikið sjálfsmat í háskólanum undanförnum árum. Sjálfsmatsskýrslan kom í fyrra og ytri matshópur kom á vegum gæðaráðs og lauk ytri matsskýrslu sem var skilað í kringum þetta tímabil í fyrra eða í maí og helstu niðurstöður hafa skilað sér inn í stefnuna, það lykilatriði. En nú þurfum við á næstu mánuðum eða sennilega undir lok maí að skila hvernig staðan á þessu máli varðandi
þær 75 ábendingar sem komum fram í sjálfsmatsskýrslunni. En við reyndum, eins og við gátum, að flétta þetta inn í stefnuna. Varðandi mannauðsmál, þá vil ég nefna það að málefni stundakennara hafa verið talsvert til umfjöllunar. Það var ákveðin kjarabót sem gekk í garð í fyrra varðandi stundakennara, en það búið að greina þennan hóp betur. Það hefur verið viðhorfskönnun og það komin sérstök aðgerða áætlun málefni þeirra og hún var samþykkt í háskólaráði í mars í síðasta mánuði. Svo vil ég geta þess að ársfundur Háskóla Íslands verður haldinn í júní. Þar verður þá farið yfir hvað hefur gerst á undanförnu ári, farið yfir fjármálin og ársfundur hefur ekki verið haldinn í nokkur ár en ég tel mikilvægt að við tökum það upp. Og síðan brautskráning kandídata 25. júní. Svo þetta eru helstu mál á döfinni, það eru mörg önnur mál. Til að mynda get ég sagt að málefni emerita, það er sérstakur hópur að vinna að þeirra málefnum, hvernig starfsaðstaða eða aðstaða fyrir þá sem láta af störfum verður og reyna að koma hlutunum í fastara form. Varðandi fjármál, ég ætla nú bara rétt svona að nefna stöðuna varðandi þau. Væntanlega þekkið þið mörg þessa mynd. Þetta er sem sagt fjárframlög til háskóla á hvern ársnema fyrir Ísland, Danmörk, Noreg, Svíþjóð og Finnland yfir 5 ára tímabil frá 2007 til 2012 og þetta byggir á gögnum OECD, Education at a Glance. Og eins og hér sést, eftir því sem liturinn er sterkari því nær erum við í tíma að Ísland er langt á eftir hinum Norðurlöndunum og brotna línan þarna er meðaltal OECD, við erum ennþá langt undir meðaltali OECD. Þetta reyndar eru gögn frá 2012, þessar skýrslur koma alltaf seint, en þetta bara sýnir enn og aftur að það þarf að bæta vel fjármögnun háskóla á Íslandi. Ef við skoðum fjárlögin fyrir 2016, þá var almenn hækkun 5,4% á milli ára, fjöldi greiddra ársnema, hann lækkaði úr 9.089 í 9.024 eða 65. Aldarafmælissjóður hækkaði í fyrsta skipti í 3 ár 80 milljónir króna og er núna 780 milljónir og vonandi tekst að hækka hann enn frekar núna á næstu mánuðum og síðan komu fjármuni fyrir launabætur. Ef við skoðum hvernig þróun tekna á ársnema á föstu verðlagi fyrir Háskóla Íslands hefur verið og við setjum 100% 2008, þá sjáum við bara, ef við byrjum þarna í 100% og fyrir svo til hægri 2016, skoðum bara breiðu línurnar, það vantar tæplega 15% upp á föstu verðlagi að við náum fjárframlagi á ársnema frá 2008, svo það er greinilegt, það vantar heilmikið upp á og það þarf að bæta fjármögnun skólans. Hverjar eru þá horfurnar? Það hafa ný lög fjárreiður ríkisins tekið gildi og þá miðað við að það verið 5 ára áætlun fjárframlaga bara lögð fram, átti reyndar að koma 1. apríl og búið að fresta til 1. maí en það er mikil óvissa í stjórnmálum svo við vitum ekki hvernig þetta verður. Þessi nýju lög eru þannig að mennta- og menningarmálaráðherra verður eiginlega fjármálaráðherra fyrir málaflokkin, háskólamál, bara tökum það, svo að þetta er svona talsvert breyting á umhverfinu, fjárlaga nefnd meira hefur þá eftirlitshlutverk, en þetta er svona óljóst hvernig þetta spilast. Það er til viðbótar og tengist þessu máli að mennta- og menningarmálaráðuneytið í stefnumótun og sú stefna átti reyndar að liggja fyrir í febrúar en hún hefur frestast líka, en þar kemur fram að stefnan sett á norræna fjármögnun 2021. Það sem og þetta heldur jákvætt, en á móti kemur að ráðherra hefur oft talað það að fækka nemendum í kerfinu og það ekki ljóst hvernig hugmyndir eru það. En þið sjáu kannski 2021 sett þarna vegna þess að það 16 plus 5 21, svo það stefnan samkvæmt þessari stefnu sem ekki hefur enn komið fram, sem drögunum á næstu 5 árum náist þessi norræna fjármögnun. En við vitum ekkert hvað nákvæmlega gerast en þetta var í raun jákvætt að sjá þetta og ráðherra hefur talað að hann vilji efla fjármögnun háskólakerfisins en við sjáum til hvernig þetta gerist.
En varðandi síðasta ár, og ég nefndi ársfundin, þá munum við fara yfir hvernig staðan var undir lok síðasta árs, en það vantar ennþá 200 milljónir króna inn til Háskóla Íslands til að ná í þær launabætur sem vantaði fyrir 2016 fyrir þetta ár. Þetta sem mat Háskóla Íslands og við þurfum að sækja á ríki til þess að fá þetta. Svo fjárhagurinn ekki mjög rúmur, það alveg á hreinu. Síðan hafa verið varðandi, við höfum reiknilíkanið frá ráðuneytinu, hvað borgað fyrir hvern nemanda fyrir mismunandi greinar. Síðan höfum við deililíkan innan Háskóla Íslands. Fræðasviðsforsetar hafa óskað eftir því við háskólaráð og rektor að deililíkanið sé yfirfarið. Það var samþykkt og það verður sett nefnd á fót núna á vegum rektors til þess að yfirfara deililíkanið og fara vandlega ofan í það og koma þá með tillögur að breytingum. En áherslumálin framundan eru bara þessi: Háskóli Íslands fái aukin fjárframlög og við þurfum að sækja á ríkisvaldið til þess að nýja stefnan skili sér fyllilega. Og það eitt sem ég vildi nefna, okkar stefna, hún fer ágætlega saman við stefnu mennta- og menningarmálaráðuneytisins eins og hún liggur fyrir í drögum. Svo það svona ákveðið sóknarfæri. Við þurfum að sækja á að aldarafmælissjóður sé efldur verulega. Það var í stefnuyfirlýsingu þessari ríkisstjórnar sem nú að ná þessum markmiðum, en það bara bæst 80 milljónir króna við höfuðstólinn bara á 3 árum, sem ekki fullnægjandi. Við höfum farið fram á heildarendurskoðun reikniflokka kennslu farið fram. Allir reikniflokkarnir eru of lágir og það mikilvægt að bæta þá, og við sáum þessa mynd þarna áðan. Það vantar ennþá 15% upp á bara ef við tölum meðaltalið, ef við berum okkur saman við 2008. Og við höfum óskað eftir því í okkar fjárlaga erindi, sem reyndar var ekki óskað eftir vegna þess að það eru þessi nýju lög komin í gildi, en við sendum samt inn fjárlaga erindi að við fáum sama fjölda neminda ígilda eins og áður. Virkni hefur verið að aukast á undanförnum árum, og svo höfum við lagt mikla áherslu á það að háskólinn sé studdur til að geta tekið við nemendum sem þarfnast sérúrræða, en ríkið hefur ekki stutt háskólann sérstaklega til þess. Svo þetta sem sagt staðan í fjármálum, en þá það sem ég lofaði að þetta vera skemmtilegra, og ég vona að ykkur finnist það. Það er röðun á lista Times Higher Education 2015. Og það sem hefur gerst það að Times Higher Education eða Times Higher World University Rankings hafa gefið út leiðréttan lista fyrir 2015 til 2016. Það kom í ljós að gögn frá nokkrum skólum hefðu verið ranglega metin, bæði varðandi fjármál, svokallega PPP-útreikninga, og líka rannsóknar árangur. Og þessir endurútreikningar sem hafa farið fram, þeir hafa haft áhrif á stöðu Háskóla Íslands á listanum. Og Times Higher Education, það sem við kallum THE, metur styrk háskóla út frá 5 meginþáttum, og eftir þennan endurútreikning þá hefur Háskóli Íslands hækkað í flestum þáttum, staðið í stað í nokkrum en hækkað í öðrum. Og heildareinkunn skólans, og hann hefur raðast inn á þennan lista síðan 2011, hefur aldrei verið hærri, núna 47 en var 33 árið 2011 til 12. Og ef við kíkjum bara á þessa leiðréttu niðurstöðu, þá það þessi dökka bláa lína þarna, og hérna erum við að skoða þessa þætti. Það kennsla 30%, alþjóðlegu prófíl 7,5%, tekið frá atvinnulífi 2,5%, rannsóknir 30%, tilvitnanir 30%. Við sjáum það að bláa línan, hún sem sagt fyrir utan þessa sem inn í henni, sem svona skáleitruð, og svo erum við semst með 100% þarna fyrir utan, eða 100 stig og 50 þarna inni. Svo við sjáum að við höfum bætt okkur í tekjur frá atvinnulífi sem reyndar gilda ekki nema 2,5%, en við höfum líka bætt okkur í rannsóknum sem þessi ás sem hérna lengst til vinstri út frá miðjunni. Og ef við skoðum leiðréttinguna, þá sjáum við að kennsla, við hækkum reyndar bara úr 16 í 17, rannsóknir þá hækkum úr 16 í 27 sem nú verulegt. Tilvitnanir þá HÍ óbreytt með 91, og ég vek athygli ykkar á því að HÍ samkvæmt tilvitnunum númer 58 af 800 í heiminum, sem náttúrulega frábær árangur, og það tekið eftir þessu víða í heiminum.
Síðan eru tekjur frá atvinnulífi, HÍ hækkar úr 28 í 59 sem rúmlega tvöföldun og núna númer 173 og alþjóðlegi prófíllinn sem enda mjög sterkur, hann 61 og HÍ þar númer 240. En það sem hefur gerst það að HÍ hækkar flokk, núna í flokknum 201 til 250 á þessum Times Higher Education World University Rankings og fer úr flokknum 251 til 275 og samkvæmt okkar útreikningum það HÍ núna númer 222 sem alveg frábær árangur og við skoðum hérna bara samanburð við þá norrænu háskólana sem á topp 250 þá sjáum við að HÍ núna í 13. sæti hefur farið úr 270. sæti á síðasta ári upp í 222 hækkar tæplega 50 sæti og þetta alveg frábær árangur og ég bara óska ykkur innilega til hamingju með þetta frábær árangur starfsfólks Háskóla Íslands og stúdenta sem kemur þarna fram og þetta alveg meiri háttar svo ég segi bara takk fyrir og til hamingju.